Rússneskur auðkýfingur fékk langstærstan hluta þeirra lána sem lánanefnd stjórnar Kaupþings veitti á sínum síðasta fundi, 270 milljarða króna. Alls námu lánin 450 milljörðum. Lánanefnd Kaupþings ákvað á síðasta fundi sínum fyrir hrun að lána samtals 450 milljarða króna til félaga sem tengjast stórum eigendum og viðskiptavinum bankans. Þar af fékk rússneskur auðkýfingur 270 milljarða króna að láni. Síðasti fundur lánanefndar stjórnar Kaupþings var haldinn 24. september 2008 í Lundúnum. Þá samþykkti nefndin lán upp á 450 milljarða á gengi dagsins. Langstærstu fjárhæðirnar fór í viðskipti rússnesks auðmanns Alisher Usmanovs hátt í 270 milljarðar. Nafn Usmanovs var ekki á lánayfirlitinu sem var kynnt stjórn Kaupþings daginn eftir og síðan lag á Wikileaks. Usmanov fékk lán til að kaupa hluti í Sampo en Exista seldi í Sampo sama leyti. Ekki þó hægt að fullyrða hvort sú sala tengist láninu til Usmanovs. Í fundargerð lánanefndarinnar sem Fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur undir höndum kemur fram að það verið að lána stórum eigandum bankans, Ólafi Ólafssyni og Existu félögum og búnar til fléttur til að lána meira inn í samstæðurnar. Eins og kunnugt fékk Exista nauðasamninga. Einmitt á þessum fundi voru veitt lán sem styrktu Existu og lengdu lánalínur. Sama var gert í öðrum fyrirtækjum sem tengjast Ágústi og Líði Guðmundsssyni. Það sem var gert á þessum fundi hefur því haft mikil áhrif á hvernig félögunum vegnaði eftir hrun. Á þessum fundi voru einnig afgreidd lánin til Altani og hans félaga vegna kaupa á hlutabréfum Kaupþings. Þarna kemur fram að hann fékk lán upp á 50 milljónir dala sem fyrirfram greiddan arð vegna viðskiptana. Með öðrum orðum, þá átti hann ekki að bíða eftir hvort viðskiptin skiluðu arði. Veðið var þannig að sheikinn bæri tæplega skaða persónulega ef láni var ekki greitt. Á fundinum voru Sigurður Einarsson, þá stjórnarformaður Kaupþings, Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri bankans, 2 stjórnarmenn bankans, þeir Bjarnfreður Ólafsson og Gunnar Páll Pálsson og svo Bjarki Diego. Hlutverk lánanefndar stjórnar Kaupþings var að fara yfir lánin til stærstu skuldara. Samkvæmt heimildum Fréttastofu var andrúmsloftið á fundinum afslappað, þarna var verið að kynna uppgjör bankans sem virtist sýna góða stöðu. Daginn eftir felldi stjórn Kaupþings þó niður ábyrgðir starfsmanna vegna lána til hlutabréfakaupa í bankanum.